Til að setja mótið og hafa svolítið gaman af þessu, þá höfum við fengið til samstarfs Karini Sævarsdóttur, sem er auðvitað 8-faldur Íslandsmeistari og þekki vel til hér. Þannig ég ger ráð fyrir að hún verði bara bein á braut, miðri braut. Og engin pressa, Karin, ég er mjög fein að þetta er þú en ekki ég sem er að taka uppásögn hér í dag og mér skilst hún að vera á æfingasvæðinu. Þannig að hér með ætla ég bara að fara að setja Íslandsmótið í Leiru 2024 og biðja Karinu að bara láta vaða og ég segi gangi þér vel, Karin, gangi okkur öllum vel. Góða skemmtun. Takk fyrir. Ég tryggti hérna nefndir. Komið með... Vandamál, þetta er ekki vandamál. Takk fyrir. Læsilega, þú finn. Þú tekið mig. Nei, þú finn. Það var ekki halda áfram það? Jó, með lág. Jæja með ykkur, Karen og Guðfinna. Karen, fyrsta höggið hér, hvernig var tilfinningin? Hún var æðisleg. Það er svo frábært leður og völlurinn bara geggjaður að mann bara, langaði bara að halda áfram að slá boltan. Hvenær spilaði þú fyrst á Íslandsmóti? Herðu, ég spilaði fyrst 1986 hér í Leirunni, heppin, og var það bara 13 ára. Og spilaði reynda svo bara 11 ár. Því að ég fór í atvinnumennsku og þá voru reglurnar eins og þær voru að þá máttu atvinnumenn ekki leika. Þannig að ég náði því miður bara 11 þarna í röð en þau voru öll frábær. Og þinn fyrsti titill komið mitt í Leirunni 1989. Já. Karin Sævarsdóttir með 8 síðan í röð. Já. Ótrúlegt. Ótrúlegt. Já, ég kann að meta þetta í dag. Fannst það eðlilegt kannski þá en jú, þetta er auðvitað bara ef ekki segja afrek. En Guðfinna Sigurþórsdóttir, hvernig var golf þegar þú varst að byrja? Þú ert Íslandsmeistari 3 sinnum. Manstu, þú náttúrulega manst eitthvað eftir fyrsta mótinu. Hvar var það? Já, við vorum í Hafnarfirði og þá á velli sem var verið eiginlega að byrja að koma í gang. Var verið að mynda hólur og annað. Þetta var eiginlega svona upphafið í Hafna á Hvalerinni. Ég man eftir því, við vorum í vandræðum, maður átti ekki, voru ekki til golfskór, það voru ekki til tæki, við þurftum að fá þetta allt saman panta og ég byrjaði með kallatækjum að því ég fekk hálft sett á móti öðrum sem við pöntum okkar saman í vinnunni og svona, þetta var allt svona, þetta var allt að byrjunarstigi, það má segja það. Manstu hvað þið voru margar í fyrsta mótinu? Það situr í mér að við fórum 2 héðan, Hrafnhildur Gunnars og ég og hún við sömdum það á leiðinni hérna í bílnum minn úr að ef það er farið að tala um eitthvað fyrsta högg þá myndi hún taka fyrsta höggið. Þannig að það var alveg búið að ákveða það fyrirfram sem hún og gerði. Og ég man ekki hvað var mikið af fólki, ég get alveg sagt ykkur það. Nei. Ég þori ekki að segja það voru frá Ger voru nokkra konur, það var engin frá Hafnarfirði held ég, Nesinu 1 eða 2, ég bara þori ekki að segja. En svo vannstu 2 í viðbót, hvar var það? Já, í Vestmannaeyjum árið eftir, þá vann ég þar. Og svo kom 1 hlé þarna? Svo kom 2 ár í hlé. Já. Og svo fór ég aftur til Akureyrar og vann þar. Ég hef aldrei inni hérna á þessum velli. Ég var nóg að fara með hana. En ef hvernig manstu eftir Karen, svona sem dóttuðinni, hvenær hún kom fyrst með þér út á golfvöll? 5 ára. Já, 5 ára. Fljótgert. Já. Þá var ekki hægt að hafa fengu börn ekki vera á leikskóla Það er fínn leikskóli fyrir hana? Þetta er fínn leikskóla. Hennar leikskóli var hér úti á Jóel, Sandkassanum og niður í fjöru. Það byrjaði þannig og hún fór sló í böngurunum og var að leika sér í því svona fyrst til að byrja með þegar ég þóttist vera að æfa mig Akkurat, þú varst að æfa niður á okkar geggjaða svæði. Já. Manstu eftir þessu Karin, þegar þú varst að eitthvað smá, þegar þú varst að byrja að koma? Maður var hérna frá morgni til kvölds, kannski ekki því ég var 5 ára en þegar maður fór aðeins að eldast. En jú, ég man sérstaklega eftir það sem var þá 7. hólan á Jóel, að það var verið í glompunni, sandinum að bæði leika mér að bæða slá og að bara eitthvað. Við sérstast með fötu liggum við á skóflu og svo horfði maður upp í gamla brakkan skálan og það var kannski blístra á mann að koma inn og hvíla sig eða raka og hætta að vesenast þarna onni.
En það var mjög vinalegt og gaman, bara mjög góðir tímar. En Karen, 8 titlar í röð, þú vinnur hérna frá 1989 til 96, ég man að síðasti titillinn áður en þú fórst í atvinnumennsku var í Eyjum 96. Einhver eftirminnilegri en annar svona sigur? Mér rosalega minnistæður sigur minn á Hellu, númer 7. Það var líka svakalegt. Kannski að því að það var slakasti lokadagur hjá mér og ég lærði rosalega mikið þar sem þótt þetta væri númer 7 sem kylfingur, þá setti ég svo röng markmið og hvert mót sem ég hef leikið í þá fór ég aldrei með eitthvað markmið að vinna og þennan dag fór ég af stað með eitthvað svona 8-9 högg í forystu og setti mér kjána markmið líðan og ég segi kjána markmið því þú eru röng, má alveg vera markmið líðan og það var ekki fyrir að kylfusveit mín Hafdís Gunnarsdóttir sagði við mig á held ég 14. og 15. sagði, ertu eitthvað að reyna að tapa þessu móti og ég svona vaknaði og svo já, alveg rétt og spilaði golf og kláraði þetta með einhverju rétt 4 höggum en það var svona kannski mitt slagasti lokadagur, þess vegna mér því miður eftirminnilegt að því að já, bara ekki góður dagur. Gaman að vinna fyrsta titilinn á þínum heimavelli? Jú, það var náttúrulega alveg brilljant og ég búin að segja mörgu sinnum og mun ábyggilega að segja þar til ég fyrir undir torfu að þessi hóla sem við stöndum við, 18. hólan skemmtilegasta lokahóla á Íslandi. Það ábyggilega einhverju ósammála mér og það í lagi. En hér sem krakki og eldist að það hefur aldrei verið eins gaman að spila hér á mánudagsmorgni, 50-dagskvöldi, það alltaf einhver á svölunum að tóka móti manni 3 til 10 félagar og alltaf þegar maður spilar svo hólu þá vill maður slá frábært inn á högg, helst upp á stöng og þannig að fá svo að gera það í fyrsta sinn og verða Íslandsmeistari, það var alveg frábært. Þarna ertu 16 ára þegar þú vinnur í fyrsta sinn og þú varst 13 ára þegar þú tókst þátt í fyrsta Íslandsmótinu? Það er rétt. Var þá yngst og aftur öðruvísi reglu þá þurftur annað hvort að vera í meistaraflokki eða orðin 16 ára. Þannig að ég ekki alveg með á hreinu hvernig reglunar í dag, þar eru breyttar en það var þá og það var frábært. Guffa, ertu að spila golf ennþá? Já. Svona þykjast vera að spila, ég svona minka þetta mikið. En ég ennþá og við held áfram það og menn ég get. Já. Þú ert stoppfélagi í Golfklúbbi Suðurnesja? Stoppfélagi í golfinu, já, passar. Þannig að finnst þér ekki gaman að sjá hvernig völlurinn og aðstæðurnar eru hér í dag, svona þú veist, þegar þú horfir tilbaka? Almáttur, við vorum hérna á túninu hérna fyrir neðan þegar við byrjum og það voru enga vélar til eða neitt, það var svo kæmur út á alvöru tún því það voru bara raka saman í hauga og svo var keyrt í burtu. Við erum búin að vera með hunda hérna til að passa þegar hestarnir, það er svo margt sem búið að gerast hérna. Já. Þetta ævintýramennska alveg hreint og óbóðslega mikil vinna og félagarnir allir mjög duglegir. Það er magnað, þú átt hérna 60 ár hérna. Já. Þannig að það er ekkert öðruvísi. Nei. Finnst þér ennþá skemmtilegt í golfi? Þó þú spilir eitthvað minna? Já. Sko núna er þetta meira svona, nú er þetta bara dægrastytting sko. Koma hérna, hitta fólkið, morgnana, tjekka á hverjir eru að spila, rappa smá og svona. Þetta er bara félagslega séð líka sko. Og þá missir maður ekki sambandi sko, maður fylgist með þess og þó að ég hef ekki verið að spila núna 2 síðastliðin ára þá er ég alltaf að hitta einhvern og fólki, annars ef maður hættir þá tapar maður kontakt við mannskapinn. Karin, þú reyndi við atvinnumennsku þegar þú varst búin að vinna 8 titla í röð og en í dag ertu golfkennari og það tók við. Ertu svona, hvernig finnst þér og horfir á kylfingan í dag, okkar bestu? Já. Finnst þér það mikil breyting frá því að á þessum tíma þegar þú varst í keppnis? Já, algjörlega. Íþróttin er náttúrulega bara mun stærri og öll umgjörð, vellirnir okkar bara eins og þú varst að ræða hér og segja við mömmu, þú veist, það eru svo miklar breytingar og bætingar á öllu, svo getum við farið í búnaðinn líka. Þannig að, já, algjörlega, þannig að við eigum svo mikið efnilegum kylfingu sem er alltaf og íþróttafólki á Íslandi sem er alveg ótrúlegt og En ég sé ekki eftir neinu, ég sé ekki eftir mínu ferli og ef ég hefði og allt það eins og frægt er í golfi. En við stöndum á góðum stað og bara allir út í golf, klárlega.
Er það ekki? Tekur undir það, Guðfinna? Ég tek undir það. Bara takk fyrir spjallið. Já. Takk.